Já, eins og Sigurður Ingi sagði þá, í upphafi þá var ég meira að hugsa þetta innlegg í dag sem bara frásögn af því hvernig það að kynnast Bahá'í-trúnni og hvernig vegferð það síðan í gegnum ævina. Þannig að þetta ekki fræðilegur fyrirlestur Bahá'í-trúna og það verður lítið glærur og þess að þetta meira svona bara plain frásögn sem ég gerir ráð fyrir að eigi meira erindi við þá sem þekkja frekar lítil til trúarinnar heldur en þá sem að eru gamalgrónir og vita miklu meira Bahá'í-málstaðinn heldur en ég. En það sem sagt þessi vegferð, hvernig að kynnast Bahá'í-trúnni og tileinka sér hana. Og kannski hef ég átt að láta þetta heita svolítið meira sláandi, hvernig axlaðist það að manneskja eins og ég, trúlaus manneskja, álpaðist inn í þennan málstað. Hverju hef ég síðan komist að og hvað hefur gerst síðan þá? Og endilega munið þetta öll að þetta bara mín saga, þetta ekki hið pottþétta endanlega sjónarhorn á Bahá'í-málstaðinn. En það þekkt líking í trúnni að opinberun Guðs sé eins og úthaf. Og úr þessari líkingu má lesa fleiri en eitt, augljóslega að hún sé óendanlega víðfeðm og djúp, en önnur kunnugleg tilvísun haf sjálfsögðu að hér á jörðinni hafið lífsuppsprettan sjálf. En hvernig síðan mætir hver og ein mannvera þessu úthafi? Hver fjaran sem ég stendi í og sjónarhorn mitt þegar ég fyrst kem að þessu úthafi, þegar ég fyrst sé þennan sjó. Og ég sem sagt var þarna bara menntaskólakrakki og ég sem sagt held að það sé rétt orðað að ég hafi verið trúlaus. Ég var ekki eindreginar guðleysistrúar, heldur bara óviss hvort neitt væri til sem kalla mætti Guð. Og ég kannski svolítið alin upp við það að, sem pabbi minn sagði að hafi gert með orði, að maðurinn hefði skapað Guð en ekki öfugt. Þannig ég ekki alin upp við Guðs trú beinlínis. En foreldrar mínir höfðu hins vegar lagt gríðarlega mikið upp úr heiðarleika og réttsýni. Þarna árið 1971. Það í rauninni fyrst skipti sem gert eitthvað stór átak, farið nánast hringinn í kringum Ísland til þess að kynna þennan málstað. Ég var þá að vinna í frystihúsi hérna á Ísafirði og hér var trúin kynnt marga daga samfellt, sennilega hátt í viku samfellt í Sjálfstæðishúsinu. Og þó svo að trú væri kannski ekki beint í tísku, ég meina að kirkjan var ekkert endilega það sem var efst á baugi hjá menntaskólakrökkum, en ég get ímyndað mér að þetta hafi verið nógu ólíkt til þess að það kannski á einhvern hátt vekti forvitni á hippatímanum. Og það er semst skemmst frá því að segja að það var ansi mikil aðsókn, mjög margir sem komu þarna og þegar upp var staðið þá voru yfir 20 manns, 20 og 30 manns sem að beinlínis skráðu sig í þetta nýja trúfélag. Hvað mig varðar þá urðu þeir sem þekktu til mín virkilega hissa því að ég var manneskjan sem hafði ekki ætlað að fermast. Komst ekki upp með mótþróan en lenti svo í stympingum í kirkjunni við meðhjálparana því að það hafði enginn sagt honum að ég hefði samið að þurfi ekki að ganga til altaris. Þannig að þessi manneskja var hún nú gengin í einhvern útlenskan sértrúarsöfnuð, eins og það er kallað, og orðin trúuð. Það var svona frekar furðulegt. Og það má vissulega segja að þetta hafi verið ungaðisleg fljótfærni
það voru ákveðin atriði sem ég var hrifin af, einkanlega hugmyndir einingu mannkyns og einingu trúarbragða. En í gegnum stjórnmálavaninn þá þekkti ég ákaflega vel hvað það var auðvelt að vera sammála síðasta ræðumanni. Þannig að áður en ég skrifaði mig inn, þá ákvað ég að fara að heimsækja prestinn og einfaldlega spurja hann hvort að hann sæi eitthvað og gæti bent mér á eitthvað sem ætti að koma í veg fyrir það að ég gengi í þennan hóp. Ungi presturinn var að sjálfsögðu, þetta kom honum fullkomlega í opna skjöldu og þannig að hann hafði í sjálfu sér engin svör fyrir mig, þannig að mér fannst ég ekki kannski hafa frá miklu að hverfa og fór aftur yfir í sjálfstæðishús og skrifaði mig inn í Bahá'í-trúna þarna fallegt sumarkvöld í júlí. En það að hafa hrifist af einhverjum tveimur hugmyndum auðvitað ekki það sama og þekkja trúarbrögð, samkenna sig þeim eða geta staðið fyrir svörum við þeim fleimi spurninga og alltaf því árásum sem gjarna dundu yfir okkur sem vorum að ganga í trúna á þessum tíma. Og sem voru í rauninni býsna aggressífir við okkur, en aðrir umgengust þetta sem feimnismál og mjög lengi var þetta mikið feimnismál. Þannig að maður hitti til dæmis bara þó nokkrum árum eftir maður hætti í menntaskóla, maður hitta gamla félaga og þá segir þau kannski, hvað segir, ertu ennþá í þessu þarna Bahá'í? Þannig að já, þetta var feimnismál. En það sem vildi mann til happs, og mér allavega, var það að það voru þó þetta margir sem skrifuðu sig í trúna og það var til þess að fluttu hingað til Ísafjarðar hjón til þess svona að halda utan þennan hóp, þannig að við yrðum ekki alveg skilin eftir í reiðileysi. Þeir sem eru orðnir svona komnir í minn aldur hafa eflaust heyrt talað hvernig Unuhús var á sínum tíma heimahús sem var óformleg félagsaðstaða listamanna. Og mér dettur þetta stundum í hug af því hvernig heimilið Don og Marie varð opið athvarf fyrir okkur öll, fræðslumiðstöð og suðupottur. Og það sama gerðist allt land. Það voru ámóta fræðslusetur og samkomustaðir allt land, einkaheimili sem stóðu fólki opin, bæði Bahá'íum, vinir og kunningjum í rauninni hverjum sem er. Þetta sumir voru Íslendingar, aðrir voru afkom fólk, svo kallað brautarerindi frá Kanada og Bandaríkjunum. Og já, þetta var verulega, skipti miklu máli fyrir mig. Þarna kom oft líka svo kallaðir ferðakennarar sem voru þá bara í rauninni gestir, reynslumikið fólk oft erlendis frá sem að opnaði manni nýja sýn í rauninni í hverri heimsókn. Og þessi opnu hús sem kölluð voru, þetta var það hippatímanum, sætafjöldi var ekki málið, þetta var fyrir tíma parketsins, það var hægt að setjast á teppið á gólfinu hvar sem og hægt að troða í lítilhúsakynni. En það sem skipti þarna sköpum fannst mér, það voru þessi innlegg, það var síðan þessi blanda af ólíku fólki, af ólíkum aldri, hvað þetta var óformlegt og hvað samræðurnar voru frjálsar og ákafar. Og ef maður skoða þetta í rauninni í samhengi við tímann, hvað sjónvarpið var nýlega til komið í samfélaginu. Ég til dæmis alin upp við útvarpsleikrit en ekki sjónvarp. Sveitakrakki, hafði lært smávegis í ensku, en tvö heftu Önnu Bjarnadóttur dugðu nú ekki langt til þess að
tileinka sér enskan bóktexta Bahá'í-trúna. Og á auðvitað sáralítið til að þannig að ég var auðvitað þessum opnu húsum. En auk þess var ég svo heppin að eiga hérna í menntaskólanum sérlega góðan félaga og vin sem var altalandi og læs á ensku og hann var mér í rauninni sannur lærifaðir, ekki bara vegna fræðslu trúna, heldur hvernig hann kenndi mér að hugsa og setja hlutina í samhengi. Bænir voru að sjálfsögðu það sem var sérstaklega framandi fyrir manneskju sem kemur inn á þessum forsendum. En af því að bænirnar ekki bara eitthvað sem er að spinna frá eigin hjarta, þær eru frá höfuðpersónu trúarinnar, þá vék snarlega svo gamla hugsun að bænir væru einhvers konar pöntunarlisti. Andrúmsloftið á bænastundum, bænirnar sjálfar, textinn, innihaldið, málfarið, þetta var allt saman fljótlega mjög heillandi. Og við hérna á Ísafirði mörg í menntaskólanum, mörg á heimavistinni, það þetta mjög sérstakt að hugsa þetta tilbaka og sjá fyrir sér krakka hlaupa milli eininga í heimavistinni og með bænabók í hendinni og hrúgast á rúmi í litlu herbergi og biðja. Og þetta var byggð á mikilli vináttu og hérna skapaði mikla vináttu. Já, þetta voru alveg alvöru bænastundir, innilegt og dáleiðandi andrúmsloft, hugurinn gegn næringu og djúpa hvíld. En já, ég nefndi úthafið hérna áðan og þá líkingu hversu óendanlega víðfeðmur Bahá'í-málstaðurinn er. En ég vil sérstaklega vara við því að líta á þetta sem hlaðborð, þar sem að velur aðeins fá af réttunum en leiðir aðra hjá sér. Leiðsögn Bahá'í-trúarinnar er heildstæð og hollast til dæmis að forðast með eins konar tvíhyggju. Þið vitið, svona dæmigerð guðfræðileg spurning hvort er betra að trúa eða bera þetta rétt. Og svarið að hvort nóg án hins. Þannig verðum við sífellt að leita þessu jafnvægi og samhengi. En engu að síður þá þetta þegar maður að kynnast trúnni ekki óeðlilegt að hver og einn reki fyrst augun í einhver fáein atriði sem hún þykja standa upp úr. Og fyrir mig þá var það kannski ekki síst hugmyndin meiningu trúarbragða. Og svo furðulegt sem það að því að við erum öll Íslendingar á einhvern hátt alin upp við kristni og það sem við sjáum þetta fullkomna samhengi, gyðingdómur og kristni í sömu bók, í sama riti. Og eldri kona sagði við mig að hún skildi ekki hvað við hefðum að gera með nýja trú. Sér þætti nú boðorðin alveg nóg. Og þessi góða kona, hún var ekkert að gera lítið úr kristni með þessu, þó að boðorðin vissulega hefði komið fram í gyðingdómi, en fyrir henni var þetta einfaldlega eitt og hið sama. Og hérna, skulum sjá, nú ætla ég að setja hérna upp einhverja glæru. Fléttinni. Að í Bahá'í-trúnni þá sem sagt talað hugtæki stighækkandi opinberun. Og það sagt meðal annars, þetta óbreytileg trú Guðs, eilíf í fortíðinni, eilíf í framtíðinni. Og í þessari opinberun eru hugmyndir fortíðar, hafnar upp á nýtt svið og gæddar nýjum skilningi.
Þarna samfélagsleg löggjöf sniðin að nýrri menningu, sniðin að nýjum tíma til þess að leiða mannkyn inn í heimssiðmenningu. Og þetta gerir semst ráð fyrir því að trúarbrögðin séu öll kaflar í þessari sömu sögu sífellda leiðsögn Guðs. Og já, sko, mér finnst þetta í rauninni mjög merkilegt að það semst verða staðfesta gildi allra hinna miklu trúarbragða fortíðar. Og þannig eru ítrekuð þau eilífu sannindi sem allir guðlegir boðberar hafa haldið fram eða kunngert, það einingu Guðs, náungakærleika, siðferðilegan tilgang þessa lífs og svo framvegis. En leið fjarlægir hún þá þætti fyrir trúarbragða sem tálma aukinni sameiningu heimsins. Það sem sagt grunnurinn staðfestur og síðan bæði byggt ofan á hann og endurnýjað það sem ekki á við. Ef Guð væri á annað borð til, hlaut þetta vera eina skynsamlega leiðin, fannst mér. En já, en síðan það í raun þetta, hvað annað var það sem ég greip. Áður en ég hnaut Bahá'í-trúna, þá hefðu lífsskoðanir mínar aðallega snúist stjórnmál. Þau voru hinn augljósi vettvangur til þess að bæta þjóðfélagið. Og þess vegna skipti mig mjög miklu máli þegar ég fór að kynnast trúnni nánar að hún fjallaði ekki bara það sem maður hafði áður álitið trúarleg viðfangsefni, svo sem sáluhjálp eða frelsun, þroska sem virtist að svo miklu leyti snúast eigin velferð, að ég væri hólpin í lífinu eftir dauðann. Auðvitað ljóst að þroski okkar á öðrum tilverustigum byggist á því hvernig þroskum okkur hér. Það samsvörun, en þegar ég áttaði mig á samfélagskenningum trúarinnar, þá fannst mér tilgangurinn víðari og ekki sjálfhverfur. Og þannig að það þetta hugtak þarna síframsækin siðmenning sem ég verð virkilega húkt á sem ég tala gullaldar íslensku, sko. En það sem meira var að það lá fyrir plan, heilt stjórnkerfi frá sveitarstjórnarstiginu upp í ríkisstjórn og loks alþjóðastjórn. Lýðræðiskerfi sem var bæði að byggingu og innihaldi mjög ólíkt því sem maður hafi áður þekkt. Og grunnurinn undir þetta var stofnun sem nefndist 19 daga hátíð. Mér finnst snúið að kynna nægilega vel þetta merkilega fyrirbæri sem svo margt samtímis. Þetta þessar mánaðarlegu samfélagssamkomur, þetta eru helgistundir, þetta liður í stjórnkerfi. Og almenna þáttaka þarna undirstaðan og almenna þáttaka kannski einmitt grunnur lýðræði og ekki bara þáttaka í kosningum, heldur þáttakan í samráði, reglulegu samráði. Og þetta algjörlega einstakt að það sé reiknað með svona þéttu samráði milli almennings og stjórnstofnana, þannig að ég hlauta að heillast af þessu. Aðrar hugmyndir svo sem svæðisráð, þjóðaráð, samsvarandi kannski og sveitarstjórnarstig og ríkisstjórnir ekki mjög frábrugðið. En síðan kemur að heimsstjórninni, allsherjarhús réttvísinnar, þar kannski komið loksins þak á húsið, ef svo má orðið komast. Því ef við horfum á núverandi stjórnkerfi í heiminum þá það eiginlega eins og ókláruð bygging, opin og óvarin fyrir vatni og vindum, meðan ekki neitt alvöru stjórnstig til fyrir milliríkjasamskipti. En þannig að Bahá'í-stjórnkerfi að þessu leyti klárlega fokhelt.
Nú síðan ef við skoðum kosningarnar, þá það að það sé bannaður kosningaáróður. Það ekkert framboð, það engir listar, það einfaldlega óhlutbundin kosning og kosningaáróður óheimill. Þannig að ólíkt því sem við eigum að venjast að þeir sem séu í stjórnarstöðum séu einhvern veginn að manipúlera með almenning til þess að svona næstum því ginna fólk til þess að kjósa nú sig, þá leggur trúin alfarið alla ábyrgð á almenning, á einstaklinginn til þess að velja sér það fólk sem á að þjóna næsta kjörtímabil. Og og þá langar mig til þess að sýna bara aftur forsendur hvað við eigum að hugsa þegar að nú vill þetta ekki færast. Jón, þegar við erum að búa okkur undir kosningar. Kjósendurnir verða í bænarhug eftir hugleiðslu og yfirvegun að kjósa trúfastar, einlægar, reyndar og hæfar sálir sem eru verðugar kjörsins. Og þess vegna ber að hugleiða án minnsta vott ástríðu, fordóma og án tillits til efnislegra kringumstæðna. Afar áhugavert. Nöfn þeirra einna sem best fá sameinað nauðsynlega eiginleika og véfengjanlegrar hollustu og eigingerðs trúnaðar, velþjálfaðs huga, viðurkenndra hæfileika og þroskaðrar reynslu. Og sko, ef við berum þetta saman við nútímann, þá sjáum við sko þessar andstæður, vald versus þjónusta, auðmýkt á móti egóisma. Og starfið sem sagt einkennist ekki af sundrung og samkeppni, heldur fyrst og fremst samstarfi og samráði. Það að hafa sameiginlegt verkefni. En fyrst ég heillaðist svona þessu, þá geta margir kannski spurt, fann ég mér þá veraldlega trú? En ég vil segja að það sé í rauninni ekki. Maðurinn sál og þessu tilverusti þá tengist við líkama. Við notum hann sem tæki til að fúnkera hér við þessar aðstæður. Á síðari stigum eftir líkamsdauðann þá tekur eitthvað annað við og það jafnvel talað sko ekki bara framhaldslíf, heldur allar veraldir Guðs. Og mig langar að taka þá í rauninni kannski vitna í Eðvarð sem í sínum fyrirlestri taldi upp nokkrar líkingar það hvernig sálin hvað sálin að gera hér til þess að undirbúa sig fyrir framtíðina. Það þessar líkingar að hér sé fræ að spíra til þess að ná í fyllingu tímans upp úr moldinni og vaxa þar sem plantaði sólarljósi Guðs. Hér séum við á stigi púpunar en springum út í næsta heimi sem firildi. Og svo mjög þekkt þessi líking og á mörgu leyti vel við sem líkt á barni móðurkviði sem ekki getur gert sér í hugarlund. Hvað bíður þess eftir fæðingu? Framtíð fóstursins ekki í móðurlífinu, en eðlilegur þroski þar ævilöng forsenda þess að manni vegni vel. Við ætlum að geyma þessa.
Það samt eitt sem áhugavert, sem ekki kemur fram í þessum líkingum. Og það það að í náttúrunni þá gerist þessi þroski sjálfkrafa ef ekkert kemur upp á. Hér þurfum við vitandi vits að vinna í þroska okkar. Og sérstaklega í nútímanum þegar Bahá'í-trúin býður ekki upp á presta eða neitt slíkt, þá þetta alfarið á okkar ábyrgð og við verðum að sinna þessu vitandi vits. En sem sagt engu að síður, já, þó að það sé gjarnan litið á framhaldslífið sem hið raunverulega líf, þá jarðvistin verkefnið okkar núna og okkur ber að taka það alvarlega. Kannski finnst einhverjum mótsagnakennt að það sé mikið talað og við erum brýnd að bindast ekki efnisheiminum, hinu einskisverða dusti. En samt það jarðvistin sem skólinn og inntökuprófið á vissan hátt sem ræður því að við erum marki hversu vel við náum að spretta upp úr moldinni og njóta framfara í öllum veröldum Guðs. Ég sé þetta ekki sem andstæður. Hér nýtum við efni til að skapa samborgur okkar hagsæld, andlegir eiginleikar okkar birtast hér í meðferð okkar á efnislegum hlutum og í samskiptum. Og við þurfum að staðfesta hug okkar og þroska með gerðum. Eins má nefna það að andlegt frelsi okkar frá freistingum, það verður ekki sannreynt ef við mætum ekki freistingum hér í þessum efnisheimi. En fyrir marga þá einmitt sem að standa utan trúarbragða, þá telur fólk að það sé óþörf, en lífið svolítið eins og ratleikur. Og við þurfum leiðsögn. Það gott þegar maður setur saman IKEA-húsgögn að hafa baklingin, En í þessu jarðlífi þá þurfum við að beita öllum okkar eiginleikum, ekki bara tækni og vísindum sem það sem kannski mest hampað í nútíma samfélagi, heldur líka siðferði, andlegum eiginleikum á borð við réttlæti, heilindi, samúð, sannleiksást, auðmýkt og svo bara endalaust mætti telja það allt saman áfram. Og með því að beita þessum eiginleikum að fyllstu einlægni og vandvirkni, þá erum við að gera hvort tveggja, ná árangri í jarðlífinu og þroska þá krafta sem koma að haldi í næstu lífum. Þannig að þetta spilar fullkomlega saman, það þetta samhengi sem mér finnst svo ofsalega heillandi. Leiðsögn trúarinnar sem sagt heildstæð. Hún snýr bæði að einstaklingum og einkalífinu, hjónabandinu, fjölskyldunni, en jafnframt að uppbyggingu samfélagsins alls, öllum stigum þess frá hinu smæsta til hins stærsta. Uppbygging einstaklingsins hefur sem sagt bæði sjálfstætt markmið í hans eigin andlega vexti og hins vegar í bættu samfélagi. Og einstaklingsupbyggingin, hún er svo markviss. Við eigum að temja okkur að lesa úr helgiritum daglega, bæði kvölds og morgna, biðja daglega, fasta einu sinni á ári. Í dagslok eigum að gera upp hug okkar. Hvernig hef ég varið deginum? Hvað hef ég lært? Hvað hef ég lagt af mörkum? Og út frá nútímanum og sálfræðinni, þá þetta svo mikil sjálfsþekking. Þetta grunnurinn að sjálfsþekkingu sem nýtist manni öllum verkefnum, bæði gagnvart manni sjálfum, gagnvart fjölskyldunni og öllum verkefnum sem maður tekur sér fyrir hendur. En fyrir manneskju eins og mig sem kom að trúnni úr þessu umhverfi
sem telur þroska snúast mestanpart vitsmuni. Þá tók það tíma að skilja víðari og annars konar þroska. Og mig langar að nefna eitt dæmi sem ég held að skýra lítið hvers konar áhrifum við sækjumst eftir við svona daglega rækt. Það sem unnið með fleira en bara vitsmunina. Það var svoleiðis að aldamótin þá héldu Sameinuðu þjóðirnar heimsráðstefnu rasisma og álíka umburðarleysi. Og ég naut þeirra forréttinda að vera þar. Þarna var ég með einhverja glæru held ég. Já. Og sem sagt, UNESCO gefur þarna út bækling í þessu tilefni og slær bara einfaldlega út af borðinu að fræðsla reddi málum. Af því að við fáum endalaust þetta, það fyrir að fræða. Fræðsla sé alltaf lausnin, fræðsla sé besta ráðið. En UNESCO bendir á að rasismi grassir ekki síst í þjóðfélögum þar sem menntunarstig hæst. Og ef það væri hægt að útrýma rasisma með fræðsluátaki þá væri það einfaldlega löngu búið og gert. En til að leita lausna við vandamálum á borð við rasisma þarf að leita dýpra í mannssálina. Og sko ég hef auðvitað ekki fullkomin svör við því hvað dýpra í mannssálinni, en ég finn samt að það vita eða hafa skoðun einhvern veginn næst yfirborðinu. Undir niðri eru viðhorf og tilfinningar sem ráða meira það sem ég kann að vita. Já, heldur það sem ég kann að vita. Gerður okkar sem þær eru verulega leyti knúnar af því sem liggur dýpra. Og ég vil meina að hinir stórkostlegu trúartextar og bænir vinni svolítið á þessum djúpvöðvum sálarlífsins. En ég nú auðvitað vera langt komin hérna sjálfsagt fram yfir tímann í rauninni. En auðvitað hefur verið hægt að nefna svo margt fleiri. Það hefur verið hægt að nefna námshringinn alveg hiklaust, námsumræðuhópa sem eru svolítið í svipuðum grasrótar anda eins og opna húsin í gamla daga, Unuhúsin sem ég nefndi. Ætla jafnt fyrir alla almenning sem Bahá'ía með mikla reynslu. Fókusinn hins vegar miklu markvissari, því efni sem búið að þróa og enn í þróun. Það hefur líka verið ástæða til að koma inn að þátttöku alþjóðlega Bahá'í-samfélagsins í umræðum til dæmis alþjóðamál. Og já, athygli glögg greining á ástandi heimsmála og praktísk ráð til að feta sig áfram. Og eins og ég vísaði í erindi Eðvarðs áðan, þá langar mig í þessu tilviki að vísa í gott erindi Jóns Barkar Ákasonar sem á vefnum á YouTube einmitt yfirlýsingu í tilefni af 75 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna. En áður en ég hætti alveg þá langar mig að nefna eitt atriði og það skoðanamyndun. Hvernig þeir sem ekki aðhyllast trúarbrögð láta oft að því liggja skoðanamyndun trúaðs fólks sé einhvern veginn með ólíkum hætti en annarra. Skoðanir okkar séu mótaðar af blindri trú. Ég verð að viðurkenna að stundum finnst mér mainstream hugsun vera blindasta trúin. Það þægilegt að vera sammála almenningsálitinu hverju sinni, rétttrúnaði samtímans. En þegar stigið út fyrir þann þægindaramma,
þá reynir fyrir alvöru á sjálfstæða hugsun. Það mín reynsla. En lokaniðurstaða hinnar fyrrum trúlausu manneskju líklega þakklæti fyrir að lifa á þessum tímum, þar sem brotið hefur verið blað í mannkynssögunni. Ég veit ekki hversu oft við leiðum hugan að hinni skörpu byltingu í rauninni sem varð í hvers kyns framþróun á 19. öld. Eiginlega eins og það hafi verið skrúfað frá einhverju þarna miðju öldina. Og mér finnst svo gaman að taka einhver dæmi, hvar vorum við stödd, hvar var Ísland statt þegar þessir atburðir gerðust. Við miðum upp að Bahá'í-trúarinnar við vorið 1844. Þá var Björn Gunnlaugsson sumar að bjástra í fjallendinu hérna norðan við Ísafjarðardjúp. Hann var að mæla Drangajökul. Það var lokahnykkurinn á stórvirki hans að mæla Ísland og leggja grunn að fyrsta alvöru Íslandskortinu. Það sem ég vil segja að þegar Bahá'í-trúin var að hefja sitt skeið, þá var ekki til mynd af Íslandi. Sama ár var fyrst kosið til hins endurreista Alþingis. Annað stórt skref í nýrri Íslandsmynd. Á heimsvísu koma þarna fram óteljandi ummerki svipað leyti, merki upphaf nýrra tíma þar sem áður óhugsandi framfarir hafa átt sér stað. Og þetta eru framfarir sem enginn sá fyrir á þeim tíma. Engan óraði fyrir hvert myndu leiða. Samt talar Bahá'í-trúin einmitt inn í þessar breyttu aðstæður. Aðstæður nútíðar og framtíðar, með áframhaldandi þróun, ekki aðeins í tækni og vísindum heldur líka í raunverulegri hagsæld mannkyns, þar sem friður og manngildi verða ekki álitin draumórar. Ég sem sagt þakklát fyrir að lifa þessum umbrota tímum, en ég ekkert viss ég væri það ef ég hefði ekki þá heimsýn sem Bahá'í-trúin veitir. Innsýn og samhengi sem ekki blasir við annars staðar. Jafnvel ekki í þeim háskólageirum sem beinlínis fjalla nútímafræði. Það furðuverk sem nútíminn er. Það krefjandi og Baha'u'lláh dregur enga dul á það að það sé krefjandi að vinna áfram með mannkyninu að þessari áframhaldandi þróun. Það krefjandi að vera upp á okkar dögum. Ég vil þessi læra ekki bara. Þetta kemur hún. Og hann talar sérstaklega kröfur. Og hann segir, krafa mín á hendur þér mikil. Hún getur ekki gleymst. En hann heldur áfram og segir, miskunn mín við þig ríkuleg. Hún verður ekki dulin. Ást mín hefur tekið sér bólfestu í þér. Hún verður ekki falin. Ljós mitt þér opinberað. Það verður ekki myrkvað. Þá þakka ég bara fyrir mig. Ég þakka þér sömuleiðis, Inga, fyrir þennan ákaflega áhugaverða fyrirlestur, persónulegan og komst með ýmislegt þarna sem væri gaman að velta meira fyrir sér. Þeir sem vilja annaðhvort spyrja Ingu út í einhver sérstök atriði nánar eða koma með sína eigin athugasemdir, vangaveltur þetta efni,
bara gera svo vel þá rétt upp hendi og þá að líka afþakka ykkur. Hver vill ríða á vaðið? Edvard, gerðu svo vel. Við nefndu þarna Inga í þarna byrjun að þú hefur verið trúlítilega trúlaus sem unglingur fram að en hversna fórstu þá til Persins að spyrja hann leiðsögn? Já, sko kannski bara þessi reynsla að vera alltaf sammála síðasta ræðumann og ég hafi svo sem ekki, fyrst ég var pínd til að fermast, þá hafi ég svo sem ekki komið í verk að ganga úr þjóðkirkjunni og margir lögðu áherslu á að kirkjan eða kristin trú væri engu að síður grunnur að siðferði og ég gat alveg samþykkt það. Þannig að mér fannst ég þurfa að ræða við einhvern sem hefði annað sjónarhorn heldur en bara þeir Bahæjar sem þarna voru. Ég bjó náttúrulega ekki, ég átti ekki heima á Ísafirði, ég var bara hér í skóla og hafði ekki til margra að leita. Þannig að mér fannst kannski bara presturinn vera líka beint við. Hvað var það sem var það stjórnskipulagið sem heillaði þig við trúna svona í upphafi þegar þú varst að byrja að kynna þig trúna? Já, það var kannski þarna, sko ég held að ég hafi í rauninni ekki áttað mig á stjórnkerfinu fyrir heldur en eftir ég var búin að skrifa minn. Það var fyrst og fremst þetta með einingu mannkyns og einingu trúarbragðanna. Mér fannst þetta með stighækkanandi opinberun að það væri ekki bara eitthvað í eitt skipti fyrir öll og svo aldrei meir. Stighækkandi opinberun var ábyggilega grunnurinn að því að ég vildi ganga í þetta. Og svona eitthvað gott andrúmsloft líka, ég verði auðvitað líka að segja að kynningin, það sem var einmitt ungt fólk og aðkomufólk erlendist frá með mjög skemmtilega kynningu, slædsmyndir og myndasýningur frá samfélögum sem virtust svona forvitnileg og spennandi, þetta hafði allt sín áhrif. Þú gerðist Bahæ í 71 eða ekki, eða 72? 71. Á Ísafirði? Já, þetta bara sumarið eftir fyrsta bekk í rauninni hjá mér og þannig að Don og Mari flytja svo vestur haustið. Hvernig kynntist trúnni? Fórstu á fyrirlestur eða? Já, ég fór á þetta opna, það var þessi hringferð í kringum landið þar sem að hópur Bahæja var með kynningu í Sjálfstæðishúsinu kvöld eftir kvöld. Og í rauninni hafði ég ekkert sérstakt spáð í þetta nema vegna þess að krakkarnir sem voru að vinna með mér í frystihúsinu voru búin að fara og svo þetta væri stórmerkilegt. Þannig að þá álpaðist ég inn. Og síðan ég kannski líka alin upp við það að taka afstöðu. Já, þannig að það hefði verið sérkennilegt fyrir mig að labba bara út og segja þetta er frábært og eitthvað slögslu og gera ekkert með það. Ég sé að Banu er með hendin uppi og Já, takk fyrir Inga. Gaman að sjá þig. Ein spurning, hvað varstu gömul þegar gerðist Bahæ? Mig langar að vita hvernig, að því þú varst eini ábyrlega sem í fjölskyldu þín gerðist Bahæ þá, hvernig var viðbrögð við foreldra þín, fjölskyldu þín, nágranna? Góð, ekki góð, hvað sagðu þau? Þú vilt segja okkur frá? Sko, þetta er nefnilega mjög áhugavert að jú, ég er þarna innan við tvítugt, ég er þarna bara í menntaskóla og
foreldrar mín, þetta var svolítið snúið, sko, það var sveitasími og ég segi foreldrar mín þetta í sveitasíma og það var ekki mikið spurt, skal ég segja ykkur. Þetta var mikið feimnisatriði. Og svo fjölskylda sem ég bjó hjá svo veturinn eftir þau þökkuðu Guði fyrir að dóttir sín hefði verið erlendis þegar þetta var, hún hefði ábyggilega flækst í þessa vitleysu ef hún hefði verið á staðnum. Þannig að þetta var erfitt. Þrátt fyrir hvað þetta var, sko, hvað krakkarnir tóku þessu mörg vel, að þá kom skellurinn eftir á og þetta var að mörgu leyti alveg svakalegt. Já, fleiri spurningar? Engin? Jú, Kristín, gerðu þessu vel. Það var svona ekki verið margt nýtt fyrir mér, en ég var ekki búin að átta mig á, ég verið að viðurkenna það. Þetta var tími sveitasímans, þannig að þetta hafði ekki verið töluvert rætt í Hrútafirðinum á þessum tíma. Jú, þetta var náttúrulega skelfing, sko, fyrst að ég hefði ætlað að hætta að fermast, lenti í slagsmálum við meðhjálparann í kirkjunni og svo þetta var ekki gott mál, en þetta hefur nú allt jafnað sig. Það kannski, ef við höfum aðeins meiri tíma, það var eitt sem að kannski lýsir aðeins sem sagt afstöðu, það má kannski segja sé ennþá opin spurningin hver er afstaða mín til Guðs eftir þessa vegferð. Og ég er rauninni búin fegin að geta sagt, sko, af því að lengi vel þá leit maður á að það væri einhvern veginn og sérstaklega andlegt fólk sem væri sanntrúað og veltrúað og hefði einhvern veginn meiri tengsl inn í hið djúpvitra og allt það. En eftir að maður kynnist því viðhorfi sem kemur strax fram reyndar líka í kristninni þó það sé kannski ekki algengt meðal kristinna manna, að hver og einn einstaklingur geti ekki átt í beinu sambandi við Guð nema þá í samtali í gegnum bæn, þá hef ég aðeins róast með það og ekki með neina vanmetakennd beinlínis út af því að finnast ég ekki kannski eiga það sem sumir tala eitthvað lifandi samband við Guð minn eða eitthvað þess háttar. Mér þykir einfaldlega ákaflega vænt þennan málstað og mér þykir þannig lagað vænt stofna eða opinberendur trúarinnar vegna þess að ég kynntist málstaðnum, ekki vegna þess að ég hafi fyrst kynnst Baha'u'lláh og þess vegna taki ég allt gott og gilt sem hann segir. En ég það var eitt atriði sérstaklega sem hjálpaði mér í sambandi við það að telja mig ekki nægilega andlega. Það var atburður sem varð þegar ég var að vinna hérna á loftskeytastöðinni á Ísafirði á næturvöktum. Og ég hafði svo sem aldrei einu sinni látið hvarfla að mér að taka bænabók með mér í vinnuna. En eitt kvöldið, þarna rétt fyrir miðnætti þegar ég hleyp af stað í vinnunni, þá einhverju hluta vegna gríp ég bænabókina með mér og þegar kem vinnuna þá týndur bátur. Og nóttina þegar báturinn fundinn, það hafði verið einn maður borð. Hann hafði farið í spilið, þetta var ekki fögur ákoma. Þá ger ég mig grein fyrir því að ég sé væntanlega eina manneskjan í öllum heiminum sem myndi biðja fyrir þessum manni. Allir ættingjar og honum nákomnir væru í sjokki, þeir myndu vera í sorg, en það sé ekki í íslenskri menningu að biðja fyrir fólki. Þannig þarna tek ég fram bænabókina og
Og það er gaman að nefna sérstaklega að ég hafði haft mikla fordum út í löngu bæni sem er fyrir látnum. Það sem er mikið menningartekningar og mér finnst alveg hræðilega sérkennilegt. En í þessum aðstæðum þá einfaldlega tekum maður þessa bæn og lesa hana og eftir þennan vetur þá get ég ekki haldið því fram að Guð hafi skapað mig neitt verr heldur en annað fólk, þannig ég ætti eitthvað síður að geta lagt þetta á mörkum. Þetta var mér mjög mikils virði. Já, er einhverja hendur á lofti? Nei, ekki sé ég það. Þetta ekki bara verið fínt að koma klukkutími? Jú, þetta fyrir nú að verða ágætt. Það er svo sem margt sem maður gæti spurt þig, en við ætlum nú ekki að hafa þetta mikið meira en klukkutíma. Þannig að ef það er ekki fleiri spurningar, þá vil ég bara þakka þér, Inga, fyrir fróðulegan fyrirlestur og ykkur öllum fyrir góðar umræður. Kærar þakkir. Ég nefni í lokin að næsta laugardag þá verður Steinunn Friðgeirsdóttir gestur okkar og hún ætlar að segja frá, hún kallar fyrirlesturinn Lífið allt. Hún ætlar að segja meðal annars frá, það sem væntanlega myndi sumir kalla einhvers konar nærdauða reynslu. Hún, eins og þið vitið, lenti í lífshættulegu slysi, missti manninn sinn, en var fyrir ýmsum merkilegum, sá merkilega sýnir. Þetta er stundum kallað, held ég, nærdauðareynsla. Hvað segirðu, Já, sem sagt þegar, ég veit ekki alveg hvað er rétt að shared near-death experiences. Það er að segja að þegar þú sá sem deyr ekki, að hann samt upplifir, að hann kemst í samband við þann sem er að skilja, er að fara hinum megin. Og hún ætlar meðal annars að segja frá þessu og svona afstöðu okkar Bahæja til lífsins að loknu þessu. Kallar þetta lífið allt. Þannig að þá þakka ykkur bara kærlega fyrir og verið blessuð og sæl. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis, kæra þakkir. Takk. Takk.